Og næsta dagskráni óheiðarleik og skítalskeppni minnihlutahópa og það eru að sjálfsögðu stjórnarliðar sem keppa. Og við höldum áfram með íþróttir minnihlutahópa hér á þjóðhátíð. Gjörðu svo vel, frú, byrja. Já, ég nú bara gömul, venjuleg, óheiðarleg sendiherrafrú með króníska kleftómaníu. Muniði eftir húsgögnunum á Jóns heiti Sigurðssonar og skírnarfontunum á Þingvallakirkju sem að þjóðminjaverður heldur þessi tíðin. Já. Þetta heima hjá mér. Nei. Nú? Og miðhúsarusli og allt hitt dótið sem að vantar á þjóðminjasafni. Vitið, þetta allt saman vestur frá hjá mér. Fyrirgefðu, frú, fyrirgefðu, en þú ert greinilega ekki úr Hafnarfirði en það er ég og haltu þig nú. Ég lét það verða mitt fyrsta verk daginn sem ég var ráðherra að ráða alla vini mína í vellaunuð störf hjá ríkinu. Og ekki nóg með það heldur réði ég foreldra þeirra líka. Og svo þegar þau voru öll rekin fyrir gróft misferli í starfi, þá endurréði ég þau öll strax daginn eftir og tvöfaldaði launið þeirra. Og lét þau sjálf rannsaka eigin misferli. Já, bíðið, ég er ekki búinn, ekki aldeilis. Ég skal segja ykkur að ég réði gamla gúmíönn til þess að sjá bókhaldið fyrir listahátíð í Hafnarfirði. Og ég setti einn og óstuddur heilt bæjarfélag á hausinn. Og þessar mundir eru 3 ríkisfyrirtæki og 4 háskóladeildir að rannsaka mig. Og þeir á Keldum báðu sýni úr mig. Já, augnablik. Þegiðu náttúrulega, já, þegiðu. Sko, augnablik. Sko, ég er miklu verri en þú. Nei. Nei, hvað? Jú. Já. Hver réði þig? Þú. Já, hver kendi þér allt sem þú kannt? Þú. Já, hvað segir maður þá? Takk. Mér finnst nú hreinlega þú ættir að kissa mig. Já. Hver var það sem að klauf heilan stjórnmálaflokk og svo gott sem að þurrkaði hann út? Þú. Og er núna á góðri leið með að semja Ísland til andskotans eða þaðan lengra fyrir góðan pening og penthouse-íbúð í Brussel? Hver var það? Það er þú. Hver veit nema ég verið forseti yfir allri Evrópu áður en áriðið liðið í aldanna skaut og mér finnst hreinlega að þið ættuð allir að kissa mig fyrir það hér og nú. Augnablik, má ég, augnablik, sko. Þú talar koss. Já, ég kom aðeins inn á það. Já, þú komst aðeins inn á það. Hér er það maðurinn sem öll þjóðin ætti bókstaflega að vera í bullandi sleik við, sko. Sko, ég geti setið hér í allt kvöld eins og þið og sagt fyllir í sögur af sjálfum mér. En ég ætla ekki að vera að monta mig og tína til tittlingaskítu eins og Malbyggsvindli í Garðabæ eða allar milljónirnar sem ég hef búinn að gefa honum þarna litla feita hálfbróðinu sem gerir bíómyndina, hvað heitir hann, þessi með þvottapokann. Ég kannast ekki við það. Nei, ég kannast ekki við það. Heldur það kannast enginn við það í mínu ráðuneyti. Enda það algjört hjóm við hliðina á því að ég er nú á þessu þjóðhátíðar ári einn og óstuddur og algjörlega upp á eigin spýtu búinn að leggja niður alla menntun og alla menningu í þessu landi og ég lagði líka niður hitt hana, ég man aldrei hvað Listir. Já, listir. Það fauk nú bara svona quiz eins og ekkert. Bara með einu pennastriki? Nei, ég kann ekki að skrifa. Ég gerði bara svona. Það er aldeilis. Má ég komast að hérna? Má hann Gerðu svo vel. Þið haldið að þið séu svaka kaldir karlar? Nei. Hér er bara verið að ræða smottir á ársbasis. Tökum til að mynda mig bara í síðustu viku. Sko, í síðustu viku á mánudaginn. Já, mánudaginn. Ég keypti handa nælonsakabögg. Ég þarf minn tíma hér. Þú farð alveg sérstakann 2 tíma þátt undir þig. Takk fyrir það. Þessi óheiðarleika og skítalskeppni siðlausra í íþróttum minnihlutahópa er á enda. Ég heiti sjálfur Sigurður G.G. Thomsen og er vestur af ykkur öllum. Því ég er nýbúinn að selja æruna fyrir 5 kall og geng alltaf í bleikum blúndunarbuxum.